og þá rektor Háskólans á Akureyri farinn á braut og nýir gestir komnir hingað. Þetta eru þau Ari Fossdal sem stöðvarstjóri Flugfélags Íslands og Ólöf Ýr Atladóttir, ferðamálastjóri. Verðið velkomin. Takk. Ólöf, þú ert nú hérna fyrir norðan í tengslu við sumarskóla. Jú, og það er nú gleðilegt að Norðurlandi ákvað að skella á með sumarveðri bara þegar við komum, af því að það er nú svolítið búið að gera grín að tímasetningunni, sem í sjálfu sér búin að vera lúxusvandamál vegna þess að það er svo mikið að gera í ferðaþjónustunni, það var ekki hægt að koma sumarskólanum við fyrr. En þetta talsvert stór alþjóðlegur viðburður. Hingað eru komnir aðilar frá Sameinuðu þjóðunum og Alþjóðabankanum og Evrópusambandinu og víðar til að taka þátt í að ræða sjálfbærni í ferðaþjónustu, og við vorum mjög ánægð með að fá þennan viðburð hingað norður og til Íslands auðvitað. Ekki síst vegna þess að Sameinuðu þjóðirnar eru búin að lýsa því yfir að árið 2017 verði ár sjálfbærrar ferðaþjónustu og sjálfbærrar þróunar innan ferðaþjónustunar. Þannig að það er svona að vaxa skilningur á því að ferðaþjónustan eins og aðrar atvinnugreinar þarf að þróast með ábyrgum hætti og að það krefst aðgerða. Við þurfum að hugsa þá með hvaða hætti við viljum að hún þróist, en þannig að hún þróast ekki svona lífrænt eins og hún hefur oft gert og gerir oft í upphafi. Það er svona að hugsa þessa atvinnugrein eins og aðrar, skynsamlega. Hvað sjálfbær ferðaþjónusta? Já, samkvæmt þessum alþjóðlegu skilgreiningum þá sjálfbær ferðaþjónusta það þegar atvinnugreinin tekur tillit til félagslegra, umhverfislegra og efnahagslegra þátta sem eiga þá að bæða gagnast nær samfélaginu og því samfélagi þar sem að ferðaþjónusta á sér stað í, og að skila þeim auðlindum sem þarna eru nýttar áfram til næstu kynslóða, svona í klassískri merkingu sjálfbærni hugtaksins. Og í þessu felst auðvitað ákveðin skilningur á það hversu flókin atvinnugrein ferðaþjónustan vegna þess að þrátt fyrir að við bendum ofta á það að ferðamenn komi hingað og nefna það, tiltaka það mest að þeir komi hingað út af náttúruna, þá eru ferðamenn að koma til að heimsækja fólk líka, og samfélagið og við, þjóðin, erum við auðlind einhver síður en náttúran, og það þarf að fara varlega í umgengni við okkur líka, og að samskiptin milli atvinnugreinar og fólks séu jákvæð, og að hún gagnist þá akkurat í því fólki sem að leika gestgjafa. Og svo þetta líka þessi skilningur á því að við erum bæði, nú fer maður hljóma eins og ljóð eftir Tómas Guðmundsson, en við erum bæði gestir þegar við tökum á móti ferðamönnum, en svo snúum við okkur við gestgjafar þegar við tökum á móti ferðamönnum, og svo snúum við okkur við og þá eru við gestirnir annars staðar. En það nú flestir Íslendingar sem ferðast erlendis, kannski ekki mjög reglulega en einhvern tímann, og þá með ekki gleyma því að þá eru við komin í hlutverk ferðamannsins, og það þetta tvöfaldar hlutverk sem æ stærri hluti mannkyns í rauninni býr við og að taka á sig sitt á hvað. Og þetta mjög spennandi viðfangsefni í sjálfu sér, en ég held að ferðaþjónustan sé að hafa gríðarlega áhrif á samfélög út allan heim og að sjálfsögðu á Íslandi líka, og það sjá ekkert fyrir endan á því. Ari, Flugfélag Íslands, þið tilkynntuð í vikunni að fljótlega eftir áramótin þá þið tekið upp beint flug á milli Akureyrar og Keflavíkur. Já, 24. febrúar þá ætlum við að byrja þetta flug. Þetta náttúrulega nýtt flug hjá okkur, en þetta búið að vera í áratugis af og til. Flugfélag Norðurlands var fyrst með þetta og Flugfélag Íslands hefur gert þetta áður, og Icelandair var með síðasta sumarflug og búin að vera 3 sumar á undan. En við ætlum að byrja vetri til núna og teljum að þar séu vannýtt tækifæri bæði í innviðum og öðru. Og við ætlum að byrja 4 sinnum í viku brottför klukkan 4:30 á morgnana, snemma á morgnana. Og það bara nóttu til? Já, það nóttu til. Og erum þá að hugsa öll flugin sem að fara frá klukkan 6 til 8-9 í Keflavík, og öll flugfélög. En við erum það smá, við erum að reyna að semja við öll flugfélög til að geta gert þetta, og þurfum við að geta innritað á alla aðila frá Keflavík líka. Og við erum að vinna í því að fá við erum náttúrulega með samning við Icelandair að því við erum búin að vera þar.
erum að reyna að ná WOW og Norwegian og öðrum sem eru þarna. En sum flugfélög bara gera ekki svona samninga. Og þá erum við líka að vinna með Isavia og fleirum að breyta aðstöðun í Keflavík fyrir okkur því að við viljum að þetta sé fyrir alla. Að semja svona, þannig að þetta verði í raunverulegt tengiflug. Ég heyrði bara á þér að þetta er bara þó nokkuð flókið mál, þó að kannski heyrist fyrir mér tiltölulega einfalt. Já, það er mikið af reglum í sambandi við svona utanlandsflug og við þurfum að framfylgja þeim öllum. Við þurfum að vopnaleita og gera allt á Akureyri og svo þarf þetta að passa inn í kerfið í Keflavík. Það er ekki hægt að bara tékka inn í flugvél á Akureyri og farþegarnir fara svo bara í innritun í Keflavík og á sín flugfélög. Þetta verður að klárast hér. Ólafur, þú sem ferðamálastjóri, þú væntanlega fagnar þessu? Ég held að þetta geti verið gríðarlega spennandi og mjög ánægjulegt að sjá auglýsingu sem ég held ég að sé í blöðum í morgun frá flugfélaginu þennan nýja valkost. Ef að það næðist að nýta þennan tengimöguleika með sama hætti og held ég að verið reiknað út í samanburði við Gardermoen í Noregi, þá myndi það skapa gríðarleg tækifæri fyrir ferðaþjónustuna hér á Norðurlandi og svo má auðvitað ekki gleyma því að þetta einfaldar málin fyrir ykkur sem eru að fljúga að norðan til að fara erlendis. Þannig að ég held að þetta sé mjög jákvæður fréttir og góður valkostur til viðbótar. En þið eru væntanlega búin að velta þessu öllu saman fyrir ykkur og búa til alls konar sviðsmyndir. Mundi þetta gagnast hverjum þá helst? Er það innanlandsmarkaðurinn eða er það að gera aðalega út á erlenda ferðamenn? Sko, innanlandsmarkaðurinn er náttúrulega alltaf stór hluti af viðskiptavinum Flugfélags Íslands og hefur alltaf verið það. Við erum náttúrulega, það er okkar stóri þjónustu þáttur. En við erum náttúrulega stór aukning á ferðamönnum og bæði í öðru innanlandsflugi hjá okkur. Og þar erum við náttúrulega, við reiknum með að stór hluti komi af erlendu ferðamönnum. Það er verið að vinna í þeim markaði og lýsa alla stöðugt sko. En þetta er líka fyrir bara okkur en almenna Íslending. Heldurðu að sú verði raunin, Ólöf, að erlendi ferðamenn, þeir nýti sér þennan valkost? Já, ég vona það. Það er nú alltaf betra að spá aftur í tíman heldur en fram í hann. En ég vona það og eins og ég segi að það, sko, ef að það næðust upp með einhverjum hætti sambærilegar tölur í þessu tengiflugi og annar staðar, þar sem að tengiflug innanlands er á sömu flugvöllum, að þá myndi það styrkja ferðaþjónustuna hér fyrir norðan verulega. Því hér eru þetta margir innviðir sem mætti nýta betur, sérlega yfir vetrartímann. Og ekki síst, og svo líka náttúrulega hefur orðið gríðarleg þróun hér í alls konar framboði afþreyingar og því sem að ferðamenn sækjast eftir og þetta von okkar að það verði nýtt í betra mæli allan ársins hring. Ef við leggjum þetta á vogarskálarnar af því að Norðlendingar og Austfirðingar hafa mikið talað nauðsyn þess að það komist á beint flug við Evrópu. Er þetta ígildi beins flugs, getum við sagt? Sko þessi tenging hjá okkur, hún náttúrulega tengir þið við fullt af öðrum flugum. Beint flug kæmi náttúrulega bara inn á eitt flugvöll og þetta tengir þið frá þeim flugvölli svo áfram eitthvað. En þetta er ekki neinni samkeppni við beint flug. Þetta er bara öðruvísi þjónusta, þetta er að vetri til. Þar sem verður alltaf erfitt að fá beint flug inn á Akureyri að vetri til. Við erum náttúrulega allt árið með þetta en þetta verður meira að vetri til hjá okkur. Við erum að horfa á þann markað meira en þetta verður allt árið. Það er tvöföld tíðni á vetrum, er það ekki? Jú, sumadaga það er 2 daga. Þannig ég held að þetta sé bara gott með hinu. Það vinnir bara saman. Ólafur, Norðlendingar og Austfirðingar, þeir hafa mikið talað nauðsyn þess að það komist á beint flug. Er þetta einhver óskhyggja? Kom ekki bara flugfélögin þegar eftirspurnin verður til? Erum við ekki að byrja á öfum enda? Ég held að vissulega þarf að vera til staðar eftirspurn til þess að það sé vænlegur kostur að byrja að fljúga, það er alveg rétt. En eftirspurn, hún er ekkert endilega náttúrulegt ferli heldur, er hún auðvitað sköpuð líka, þannig að ég hugsa að þarna þurfa að vera til staðar talsvert mikil gagnkvæmni og nú er búið að stofna þennan flugþróunarsjóð sem ætlað er að skapa möguleika og vera með hvata til þess að menn
menn reyni þetta flug, og það má ekki gleyma því að það eru margir áfangastæðir hér norðanlands sem eru talsvert þekktir, nægir að nefna Mývatn. Þannig að það var kannski bara eftir að koma í ljós hversu vel það kemur til með að ganga og ég vona nú að það gangi vel. En ég held að sé svolítið flóknara að tala um eftirspurn. Það er ekkert að tala um hana bara í eina átt, af því að eins og ég segi, þetta er svona ákveðið svona flæði fram og tilbaka og samtal sem á sér stað. Ástæðan fyrir því að flugfélagi fer út í þetta núna, nýju vélarnar sem að þið hafi tekið í notkun, eru þær svona grunnurinn að því að þetta sé hægt? Nei, alls ekki. Það reyndar eftir að við fórum í þessa uppsetningu sem við erum með núna, þá erum við með vél í Keflavík sem er að fljúga þaðan. Það er eiginlega eina sem að skiptir máli vélalega. En það sem er náttúrulega bara að gerast í aukningu ferðamanna er það sem að við teljum að það sé allt aðra forsendur núna. En það á svona eftir að ganga frá einhverjum lausum endum, þú ert nú líklega bjartsýnn á að það allt saman leysist. Flugið er komið í sölu, þannig að það er til sölu á flugfélag.is hjá okkur og það er komið inn í símsöluna hjá okkur. Það er ennþá verið að raða því inn í svona þessi þekktu bókunarkerfi, en það er komið í sölu þannig að þetta mun ganga. Ólöf, þú svona ert í góðum tengslum við útlönd og ferðamenn sem eru að spá í að koma til Íslands, talar við fólk á ráðstefnum og kaupstefnum og svo framvegis. Ef að þú ætti nú að selja bara svona dæmigerðum Þjóðverja hugmyndina að fara til Norður- og Austurlands, hvað myndirðu nú segja við viðkomandi? Ég myndir náttúrulega sjálfsögðu byrja að vísa þeim á markaðstofunar á Norður- og Austurlandi sem hafa unnið mikið og gott starf á undanförnu. En ég er nú með sérstakar taugar við Norður- og Austurland, ég rættu hérna norðan, þannig að ég hugsa að ég myndi nú frekar að stoppa mig af í því að fjalla Norðurland heldur en að reyna að koma mér að stað. En það er til dæmis kannski bara hægt að vísa í þá dagskrá sem að Markaðsstofa Norðurland setti upp fyrir þennan sumarskóla sem við byrjuðum á að tala um, þar sem við eyddum deginum í gær á Siglufirði. Þínum heimabæ, getur sagt? Já, í móðurættina, jú, og eyddum deginu þar og það var bara dásamlegur dagur, bæði gott veður og auðvitað þjónustandi fyrirmyndar í þessum fyrirtækjum sem þar hafa verið sett á laggirnar. Í dag erum við á Akureyri og munum njóta þess og svo eru auðvitað gestirnir, þeir eru afar spenntir fyrir morgundeginum þar sem við förum í Mývatnssveit, það sem er í föðurættina og að Dettifossi og á Húsavík. Og auðvitað eru þar fyrirtæki sem til dæmis með framsækin á sviði sjálfbæra ferðaþjónustu, Norðursigling sem er með sína rafmagnsskútur og það er bara gríðarlega margt spennandi. Egilsstaðir niður á Borgarfirði Eystað, þar sem ég bjó nú í 2 ár, þannig að það er náttúrulega einn fallegasti staður landsins líka. Þannig að það er af svo mörg að taka og miklir innviðir sem eru til staðar og gríðarleg tækifæri auðvitað í að nýta þá betur, eins og ég sagði áðan, og ég bara vonast þess að þetta flug gangi. Já, þetta er sett upp með þeim formerkjum og þetta muni gera það. Og það er sem sagt fyrsta flugið í febrúar? Febrúar 24. Ari Fossdal og Ólöf Ýr, bara þakka ykkur fyrir komuna og góða helgi. Takk sömuleiðis.